Sveinbjörg, Birna Sveinbjörnsdóttir, fyrst til máls. Forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég skal viðurkenna það að ég hef kannski beðið mig að setja þetta mál á dagskrá ef ég hefði vitað hversu rosalega mikið var á dagskránni fyrir. En því að þetta var svona hugsað að væri kannski svona þverpólitísk umræða sem að við getum átt sem við erum öll meira og minna sammála og svona skemmtileg umræða áður heldur en að við förum í fjárlaga umræðuna í næsta borgarstjórnarfundi. En ég ætla að hefja ræðu mína hérna í dag á ljóði. Ljóði sem fyrrverandi borgarstjóri og fyrrum samstarfsmaður einhverra ykkar hérna sem enn er sitjandi sandi, Ólafur F. Magnússon. Og ljóðið er svona. Gott og göfugt hjarta og gæfan við þér skín, framtíð ferði bjarta, friður berst til þín. Láttu af þér leiða, ljúfan sannleikann, engan átt að meiða, ekki nokkurn mann. Gakktu veginn góða, gæsku inn dyr, söngur hátt með hljóma, hátt sem aldrei fyrr. Í Kristi kærleiks nafni kemur ljós til þín, stattu beinni stafni, stæltunst birta dvín. Ég hef löngu velti fyrir mér hvers vegna það sé ófriður og ég hef alltaf tengt þessa ófriða umræðu við vopn. Ég hef átt erfitt með að skilja að það þurfi að vera til byssur í heiminum. Þegar ég fór til skiptinum til Frakklands 18 ára gömul, þá hitti ég mikið af öðrum nemendum sem bjuggu allstaðar annars staðar en á Íslandi. Þarna á þessum tíma 1990-91 höfðu Bandaríkjamenn nýlega ráðist inn í Kúveit til þess að losa það við Saddam Hussein og allavega var sagan sögð þannig hérna á Íslandi. Eðlilega ræddi ég þessi mál við amerísku skiptinemana og spurði þá hvort þeir ættu svör við því hvers vegna þeir hefðu ráðist inn í Kúveit. Umræðurinn og hvorki djúpar né langari en ég fékk þau svör, já, við björguðum ykkur, á ensku útlegsta, we saved you. Og ég var eitt spurningamarki, bara, var ég að missa af einhverju? Vorum við Íslendingar að biðja að láta bjarga okkur? Og bara, hvar hafði sú beiðni verið sett fram? Þeir áttu kannski bara við aðrar Evrópuþjóðir í það heila. Ég fékk líka nokkra útlistanir svona á því meðfram hvað var mikið framleitt af vopnum og miklu peningum eitt í það og hvar þeir stóðu í vopnaburði. Ég var notabene bara 18 ára. En á þessum tímapunkti það áttaði ég mig á því hversu stolt ég væri af því að vera Íslendingur. Að koma frá landi þar sem að væri ekki her og væri ekki herskylda. Ég hreinlega þakkaði Guði fyrir að hafa fæðst hérna. Ég hef aldrei haft minnumáttarkennd yfir því að hér væri ekki her eða við Íslendingar ættum ekki vopn í þeim skilningi sem lagt í vopnaeign hjá löndum sem hafa vopnavæðst. Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar sem hér var samþykkt á fundinum fyrr í dag tekur vel á þessu það að við ætlum áfram að vera herlaust borg og borg friðar og sáttar og samlyndis. Í síðustu viku fór töluverður tími hjá okkur kjörnum fulltrúum í að ræða frið og það voru stofnaður Reykjavíkurborg hefur nú ásamt Háskóli Íslands stofnað Höfða friðarsetur. Og það er bara nokkuð til fundið þegar 30 ár eru liðin frá því að fundi Reagan og Gorbatsjov bar saman í Höfða. Og ég var 13 ára þá og lifði svona við einhvern ótta að það gæti skolli á kjarnorkustríð. Og mér var illa við kjarnorku alveg frá því ég fyrst heyrði fréttir af árásunum á Hiroshima og Nagasaki. Og vissi að áhrif af kjarnorku stríði gæti gætt víða. Og ég hafði mikla áhyggjur þegar Tjernobyl þegar slysið í Tjernobyl varð og líka þegar rússneskur kafbátur sökk með kjarnorkuvopnum. Það myndi fiskurinn deyja. Þetta var allt svona mjög
miklar vangaveltur 13 ára stelpu um frið í heiminum. En ég er stolt af því, svona eftir á að hyggja, að leiðtogafundur sem hér var haldinn leiddi til þess að stórveldin drógu verulega úr framleiðslu kjarnavopna. En nú er staðan svo að það er ákveðið frost komið í samskipti milli stórveldana, milli austurs og vesturs. Og það kristallast að einhver leyti í átökum í Sýrlandi og öðrum Miðausturlöndum. Það er ekkert sem heitir jafnvægi sem til í stöðunni þar og ekkert sem til heitir jafnræði. Friður er líklega eitt af æðstu markmiðum við okkur hérna á jörðinni, að ná friði innra með okkur. Það var einu sinni sagt um mig að það væri mjög lítið mál að elska mannkynið, það væri bara fíflið í næsta húsi sem væri vandamálið. En nú erum við komið hér að ræða frið og ég veit að Reykjavíkurborg hefur gert mjög mikið og mjög margt til þess að setja upp minnismerki um frið. En ég óska eftir að Reykjavíkurborg taki af skarið eins og hægt í frekari viðleitni til að gera umræðuna vopnahlé, vopnaskak, vopnaeigu þjóða, að leggja sitt af mörkum. Og við höfum held ég frá borgarstjóri, kannski leirti mig þá frá 2012 verið aðilar af Mayors of Peace. Þar sem eru hátt í 7.000 borgarstjórar, 7.000 borga sem að sammælast það að reyna að setja friðarmál á oddinn. Hvernig getum umræðan það sem hvernig ég vildi setja friðarborgin á Reykjavík á oddinn væri hvort að við gætum mögulega hérna inni komið fram með einhverja hugmyndir sem að gætu orðið að veruleika og við gætum orðið sammála að beita okkur fyrir þegar kemur að friði og yfirlýsingum þar Í þessu sambandi þá langar mig að nefna að vopn og fjármál fara náttúrulega auðvitað saman og það er mjög sorglegt að sjá og vita af þjóðum, bæði stríðshrjáðum þjóðum og öðrum sem eru kannski ekki eins stríðshrjáðar, en þessi forgangsröðun fjármuna það hvort að eigi að veita peningum í vopnaframleiðslu eða hervæðingu eða hvort að það eigi að veita þeim í velferð, heilsugæslu og skólamál. Ég er mjög glöð að þurfa ekki að takast á við þá forgangsröðun við ykkur hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Og ég er mjög glöð að fulltrúar okkar á Alþingi þurfa ekki heldur að takast á þá forgangsröðun fjármuna. Því sú forgangsröðun fjármuna alltaf til óheilla fyrir þá sem forgangsráða í þágu stríðs, í þágu vopna. Ég velti fyrir mér hvort að við getum beitt einhverjum leiðum til þess að hafa áhrif á fjármálaumhverfið og fjárfestingar í vopnabúnaði. Nú var það svo í Noregi að Nordea-bankinn, hann sem sér eignarhald og einkabankaþjónustu og fjárfestingar auðvitað fyrir sinn eigin reikning, var að fjárfesta í fyrirtækjum sem að höfðu með vopnaframleiðslu að gera. Framleiddu kannski ekki beint vopnin en framleiddu til dæmis skaftið á byssurnar eða kjarnaodda, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það var. En grasrótarsamtök í Noregi tóku sig til og þrýstu á bankana að gera þetta ekki. Og ég myndi gjarnan vilja að, kannski ekki okkar verkaringar frekar á Alþingi, hvort að þeir bankar sem við veitum bankaleyfi hafi ykkur að skýra stefnu í þessum málum og ég kalla raunverulega eftir henni. Fyrir þá bankamenn sem á þessa ræðu hlusta hér og nú, sem eru kannski ekki margir. En þetta tengist nefnilega allt peningum og það snýst því miður friðurinn, það snýst friðurinn okkar. En við stöndum frammi fyrir áskorunum að halda frið í okkar samfélagi. Friðurinn felst í því að við virðum rétt einstaklingsins, við virðum rétt hans til tjáningar þó auðvitað fylgir því ábyrgð.
En það felst ekki endilega í frið að gefa allt eftir. Því alveg eins og foreldri sem alveg barnið sitt, að ef það gefur allt eftir barninu til þess að reyna að halda friðinn, að þá það aðferð sem kemur alltaf tilbaka á verri veginu foreldrið. Því sjaldan launa kálfur ofbeldi. Við verðum því vegna allra þessa hryllinga sem eiga sér stað út af því að það ófriður í heiminum, þar sem að fólksflutningar eiga sér stað til Evrópu í stórum stíl, að huga vel að því hvernig við höldum áfram að tryggja frið í landinu okkar, ásamt því að leyfa okkur að halda áfram að vera við sjálf, að virða þau gildi og þær skoðanir sem að við höfum, en við höfum nægt svigrúm á þess að vera að tróða hvort öðrum fót. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag og þakka fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að þakka borgarfulltrúanum fyrir að vekja máls á því að setja þetta dagskrá. Við vorum líka með í þessari umræðu. Mér finnst að við eigum að fjalla sem oftast frið. Við erum auðvitað öll sammála sem kannski hér sitjum að við viljum búa í friðsamlegu umhverfi. Og þess vegna það sérlega ánægjulegt að við samþykktum hérna mannréttindastefnuna, þar sem að einmitt nýr kafli sem að snýr að friði. Og hvað geta sveitarfélögin gert? Þau geta nefnilega gert svo ótal margt til þess að vera fyrirmyndir annara, til þess að hafa milligöngu í friðarumleitunum eins og við sáum til dæmis með Höfðasetri. Við getum verið í samstarfi við stofnanir sem vinna að friði, grasrótarsamtök þar fram til götunum. Og það sérlega ánægjulegt líka að Reykjavíkurborg kjarnorkulaus borg og hefur samþykkt slíkar yfirlýsingar. Ég held að séu, eftir mínu besta minni, að þá það 3 sveitarfélög sem hafa ekki samþykkt það að vera kjarnorkulaus, og ég held að sé Reykjanesbær, Skútustaðahreppur og Grímsnes og Grafningshreppur. Og það ærið tilefni fyrir þau þá að vera með yfirlýsingu í þá áttuna eins og Reykjavíkurborg hefur gert og strax til bóta. En friður náttúrulega nátengt öðrum hugtökum sem við erum að vinna með dagsdaglega hér á sveitarstjórnarstiginu, og þar má telja jöfnuð. Ég held að þar sem að ójöfnuður mikill, þar ríkir ófriður, og það á líka einnig við þjóðir sem að koma sér upp herum. Friður sem sagt grundvöllur jöfnuðar, og jöfnuður leiðir til friðar, og þess vegna þurfum við að jafna kjörin. Þetta gríðarstórt mál, og eins og borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom hérna inn á, þá tengist þetta auðvitað fjármagninu. Að við búum í ofboðslega kapítalískum heimi sem að stuðlar á ófriði. Ímyndið ykkur bara Bandaríkin sem að eyða peningum sínum í heri og stríð og átök. Ímyndið ykkur hvað þau geta gert ef þau myndir nú bara setja þetta í menntun, í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið, og við getum týnt okkur í þeim pælingum. Ég held að sýnileikinn sé mikilvægur. Ég held að friðargöngur, kertafleytingi hérna til minningar árásarinnar á Hiroshima og Nagasaki séu líka mikilvægur liður í því að þetta sé alltaf í umræðinni, að við séum að tala frið og hvað við getum gert til þess að stuðla að auknum friði. Og það líka alveg rétt eins og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom inn á, að við þurfum að binda enda á rangláta viðskiptahætti og arðrán. Og það getum við gert líka með ýmsum hætti. Við getum hætt að versla við þjóðir sem til dæmis
Við getum verið eins og ég hef áður nefnt, við getum verið með siðræn innkaup. Við getum sett okkur reglur við hverja við verslum og hverja ekki og beitt þeim úrræðum sem við höfum að því leytinu til. Við eigum líka sem borg að beita okkur gegn hernaðaríhlutunum og þar má nefna til dæmis eins og flug herþotna hérna yfir eða herskip sem að leggja hérna við bryggjurnar. Hvernig ætlum við að fást við það? Ætlum við að vera með yfirlýsingar í þá áttina að þær megi fara eitthvað annað? Að við séum ekki einhvers konar millistöð fyrir slíkar siglingar. Svo þetta auðvitað með flóttafólkið. Við getum stuðlað að því að skapa friðsamleg samfélag með því að bjóða hingað til okkar fleiri flóttamönnum. Það finnst mér gott og þarft. Og við þurfum líka náttúrulega að axla ábyrgð á þeirri forréttindastöðu sem við höfum hérna í alþjóðasamfélaginu. Og þar getur Reykjavíkurborg teygt sig lengra. Og við megum ekki líta undan. Ísland á að vera herlaust land. Við höfum að taka skilyrðislausa afstöðu gegn hernaði. Og við eigum að beita okkur fyrir þessu alþjóða vettvangi vegna þess að nú það þannig að borgarstjóri og jafnvel borgarfulltrúar ferðast víða, sækja ýmiss konar ráðstefnur og þar getum við alltaf verið fyrirmynd fyrir aðrar borgir og við fengum hérna heimsókn frá friðarfleyinu sem að siglir allan heim og boðar frið og með skóla borð sem að uppfræðir fólk frið. Við getum til dæmis tekið þátt í því samstarfi og hafið samvinnu við ýmis grasrótar og hagsmunasamtök sem að beita sér fyrir einmitt friði í öllum myndum. Þannig að, já, það margt sem við getum gert, það kannski ekki alveg tæmandi listi sem að ég hef farið yfir hér, þetta svona bara einhverjar hugleiðingar, en kannski getum við líka bara borgarstjórn hvatt Reykjanesbæ, Skútustaðahrepp og Grímsnes og Grafningshrepp til þess að lýsa sig kjarnorkulaus á vettvangi sambandsins. Það verður til dæmis ráð. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu. Þetta líka mér. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það fer vel á því að þessi umræðum friðarborgina Reykjavík, væntanlega og meðal annars í tilliti af hugmyndum hlutverk borgarinnar, stofnun friðarstofnunar og svo framvegis. Nú, það mál var lengi í undirbúningi og ég man rétt á var það Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem flutti tillögu það 2010, ef ég man rétt. Má vera að þá hafi undirbúningur málsins hafi náður og ég man að þessi mál voru töluvert mikið rætt í kringum afmæli 20 ára afmæli leiðtogafundarins sem var árið 2006. Þá var haldin glæsileg ráðstefna í Reykjavík til þess að minnast hans og þá komu ýmsir sérfræðingar sem bent á það hvað það væri færi, nánast dauðafæri fyrir Reykjavík að nýta þá athygli sem leiðtogafundurinn hafði fengið og ekki síður þau eftirmæli sem hann var að fá í sögunni til þess að setja Reykjavíkurborg á kortið sem einhvers konar friðarborg. Svo má þetta vera að hver og einn skilji það með sínum hætti hvað friðarborg en ég held að við flestir eru sammála það að nýta með jákvæðum hætti athyglina sem leiðtogafundurinn fékk á sínum tíma. Hann var haldinn leiðtogafundur Reykjavík og Gorbatsjov, hann var haldinn 1986 og svo sem ekki fyrsti leiðtogafundurinn sem hafi verið haldinn hér í Reykjavík.
En fyrst töldu menn að töldu margir að fundurinn hefur verið misheppnaður, en það hefur komið svona í ljós betur eftir eins og tíminn hefur liðið og sagnfræðingar fara að brjóta þessi mál til mergjar, að hann gegndi mikilvæga hlutverki varðandi það að það tókst að ljúka kalda stríðinu, sem svo er kallað, með friðsamlegum hætti, sem var þetta alveg frábært. Og strax svona í kjölfar fundarins þá var bent á það hvernig væri hægt að nýta Höfða húsið Höfða og fundinn til landkynningar fyrir Reykjavík og fyrir Ísland, og okkur var líka bent á það að það skipti máli að leggja rækt við þessi mál vegna þess að það væru margar borgir í heiminum sem hefðu hýst leiðtogafundi, valdamikilla leiðtoga, en hefðu einhvern veginn í framhaldinu ekki lagt rækt við að halda því á lofti, og það myndi enginn eftir þessum borgum núna, að á meðan aðrar borgir sem hefðu jafnvel haldið mun veigaminni leiðtogafundi, en hefðu hins vegar ákveðið að nýta sér til hins ýtrasta til þess að koma sjálfum sér á kortið og koma jákvæðan skilaboðum frið á framfæri frá viðkomandi borg, þær hefðu náð miklu meira árangri þessu skyni. Og á síðasta kjörtímabili þá ræddum við þessi mál nokkuð. Ég var það er ánægilegt hvernig leiðtogafundarins var minnst núna á 30 ára afmælinu, en okkur fannst við sjálfstæðismenn fluttum tillögum að minnast leiðtogafundarins á 25 ára afmælinu og hefðum viljað gera það með kannski meiri bravur en gert var og vinna meira í þessum málum þá, en það er gott að það skulle vera að vinna þeim núna. Og í þessu sambandi held ég að vera ekki hjá því komist að minna á tillögu okkar sjálfstæðismanna um að gera hlutverk Höfða, hússins Höfða, veigameira í þessu hlutverki, og meðal annars með því að opna húsið fyrir almenningi. Það eru mjög margir sem vilja sjá Höfða. Íslendingum finnst merkilegt að koma þangað sem á útlendingum, og maður finnur það vel á sumrin að ef maður á erindi í Höfða þá sér maður á sumri til dæmis, þá sér maður að það er bara stöðugur straumur ferðamanna á húsinu og margir reyna að komast inn. Og þetta er að sjálfsögðu tækifæri, ekki síst þegar að borgarsjóður þannig að það mætti gjarnan koma meiri peningur í hann. Ég er sannfærður um það að það væri hægt með mjög góðum og smekklegum hætti að opna Höfða fyrir almenningi og selja inn í húsið og fá þar með afgangseyri. Markmiðið ætti ekki endilega að vera að fá sem flesta inn í húsið. Húsið er gamalt og þorli kannski ekki endalausan átróning. Markmiðið ætti að vera það að opna, þannig að þeir sem vilja getur komist inn, selja á sameiginlegu verði inn í húsið, og hagnaðurinn af þeirri sölu geti runnið til þess að halda húsinu vel við, setja upp sýningu um leiðtogafundinn og hlutverk Reykjavíkur sem friðarborgar og standa straum af ráðstöfnum og það að markaðssetja Reykjavík þessu skyni, og vonandi með það í huga að fleiri leiðtogir gjóti hýru auga til Íslands í framtíðinu og sjáu Reykjavík fyrir sér sem heppilegan fundarstað þegar þeir halda sína fundi. Nú ræða Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa hérna var athyglisverð að mörgu leyti, og þar var svona svolítið komið inn á heimspólitíkina, og þar erum við ekki sammála um allt. Til dæmis þessi setning að við höfnum hernaði, að við að hefna hernaði skilyrðislaust. Ég held að lærdómur sögunnar sé nú ekki sá að það er að hafna hernaði skilyrðislaust. Til dæmis bara má spyrja hvernig heimurinn líti út í dag ef að Bretar og Frakkar og Bandaríkjamenn og Rússar hefðu bara hafnað hernaði skilyrðislaust þegar Hitler eða Þjóðverjar réðust inn í þessi lönd. Hvað áttu til þess að Rússar að gera þegar að milljón þýskir hermenn réðust yfir landamæri þeirra og réðust inn í landið og hófu að drepa fólk og útrýma fólki af ákveðnum kynþáttum? Áttu Rússar bara að hafna hernaði skilyrðislaust með þeim orðum að þeir voru á móti ofbeldi og þar með á móti hernaði? Nei, auðvitað gripu þeir til vopna og hófu langa baráttu sem að lokum, og bandamenn allir sem lokum skilaði hennum sigri. Enda held ég að það var ekki fallegt að litast í veröldinni ef
Hitler og hans kumpanar hefðu unnið stríðið. En það útheimti náttúrulega ákveðið viðhorf að verjast þeim hernaði sem átti stað og þá þýddi ekki fyrir bandamenn að hafna hernaði skilyrðislaust. Og svo vil líka nefna þessu skyni að við Íslendingar, við eigum í varnarsamstarfi í Atlantshafsbandalaginu og ég held að sagan hafi nú sýnt það að þetta bandalag, þetta sem fyrst og fremst varnarbandalag, það sé friðarbandalag. Þó má segja að á því hafi verið ákveðin undantekning eða jafnvel undantekningar og stærsta undantekningin þó kannski sú þegar að bandalagið NATO undir merkjum þess var farið út í loftárásir í Líbíu. Þáttaka þar með blandaðist bandalagið í átök, borgarastyrjöld í Líbíu og það enn í dag deilt hvort að sú íblöndun eða sú íhlutun hafi verið til góðs eða ills og öll kurl lögregla ekki komið til grafar í þeim efnum. Og þar má segja að hafi verið orðið skýr breyting á Atlantshafsbandalaginu sem fram að því hefði verið algjört varnarbandalag að þar kannski í því tilviki gerist bandalagið árásaraðili en það var borið upp með lögformlegum hætti og allar þjóðir bandalagsins samþykktu að taka þátt í þessu loftárásum en vissulega breyttist bandalagið. Og þá vildi þannig til að Íslendingar, það var vinstri stjórn á Íslandi með Samfylkingu og Vinstri græna innanborðs og ef að þessi ríkisstjórn hefði hafnað hernaði skilyrðislaust þá hefði hún bara látið sín fulltrúa hjá NATO vita því að Ísland gæti greitt atkvæði gegn loftárásum á Líbíu og Íslendingar höfðu það neitunarvald. En það var ekki gert, þannig að minnst í því tilviki þá kaus ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar ekki að hafna hernaði skilyrðislaust. En ég nefni þetta bandalag hefur gert margt gott og eiginlega flest gott og á tvímælust átt í þeim friði sem hefur verið í stærstum hluta Evrópu frá stríðslokum. En við erum í þessu bandalagi og það var ágætt á borgarfundinum að nefna skip sem koma til Reykjavíkur vegna þess að einn þáttur auðvitað í veru okkur í bandalaginu það að við tökum á móti skipum frá vinveittum þjóðum og á sumrin þá gerist það að mörg skip koma frá bandalagsþjóðum okkar, til dæmis frá Portúgal og Spáni eins og í sumar. Þau nota sumrin til þess að sigla á norðlægar slóðir og eru í góðu samstarfi við Landhelgisgæsluna og þegar þessi skip sigla hingað norður fyrir sem frá ýmsum þjóðum, Þýskalandi, Portúgal, Spáni, Bretlandi, Bandaríkjunum, hvaðan sem þá verða þau með einhverjum hætti hluti af varnar- og björgunarkerfi landsins. Þekkt fyrir nokkrum mánuðum þegar þýsk flótadeild kom hingað að þá kom þyrla hingað og þá sem sagt lánuðu þjóðirarnir, þeir lánuðu Landhelgisgæslunni þyrlu eða voru tilbúnir að lána hana ef á þurfti að halda svo Landhelgisgæslan geti sendt aðra þyrlu til útlanda í viðgerð. Nú það þekkt að Danir og heldur Norðmenn líka hafa tekið þátt í mörgum björgunaraðgerðum Landhelgisgæslunnar og þetta eru hermenn ef svo má segja en þetta ekki síður björgunarmenn og fyrir nokkrum árum þá lést danskur sjóliði við björgunaraðgerð hér við land. Þannig að þetta svona samstarf og það minnsta sem við getum gert auðvitað við í slíku samstarfi að taka á móti þessum skipum með góðum hætti og í Reykjavík þegar að koma hingað til þess að ná í sér í vistir og þetta auðvitað kurteisis heimsóknir. Við vitum aldrei hvenær verður þörf kannski fyrir þessa aðila, til dæmis það getur ýmislegt komið fyrir, auðvitað getur orðið, þó maður voni að svo gerist ekki, vopnaviðskipti hér á hafinu, auðvitað getur Íslendingar orðið fyrir hryðjuverkaárás, auðvitað getur orðið hér stór slys, menn hafa talað hættin á því ef skemmtiferðaskip ferst nálægt Íslandsströndum eða flugvél eða eitthvað svoleiðis. Við sjáum þessa hluti ekki fyrir, en þá auðvitað myndi það skipta mjög miklu máli ef skip frá bandalagsþjóðum okkar, líklegast að séu þá Norðmenn eða Danir, en það geta líka verið Spánverjar eða Portúgalar, séu á svæðinu, því þá alveg vitað að þessi skip koma þá strax til aðstoðar og geta auðvitað skipt sköpum og þess vegna Landhelgisgæslan í mjög góðu sambandi við þessar bandalagsþjóðir okkar.
og fara æfingar með þessum skipum. En ég vil nefna þetta hér vegna þess að það hefur því miður tíðkast aftur og aftur núna á undanförnum árum hér í borginni að ákveðin prótókollu sem hefur verið virtur, eða var virtur alveg áratugum saman ef við gjöldum, að hann hefur verið brotinn og þá á borgarinnar hálfu. Það hefur tíðkast þegar skip frá bandalagsþjóðum okkar koma hingað í þessar slíkar kurteisis heimsóknir að þá hittir viðkomandi skipherra, hann gengur á fund borgarstjóra og hittir hann eða fulltrúa borgarinnar og þetta er bara einhver síður aftan úr öldum til að sýna bara kurteisi og sýna að skipið sé komið í friðsamlegum tilgangi og ákveðin serimónía. En á síðasta kjörtímabili þá tóku borgaryfirvöld upp á því eða yfirstjórn borgarinnar að neita að hitta þessa skipherra og taka á móti þeim með þessari kurteisisvenju sem hafði skapast. Og þetta gerðist, skilst mér, núna í ágúst síðast þegar að skip kom hingað frá Portúgal og Spáni og það var með einhverjum hætti þá var þessi kurteislegu samskipti eða heimsókn, þetta var allt afþakkað af hendi borgarinnar og ég verð að segja, mér finnst þetta verra. Ég myndi kjósa og vil beina því til borgarstjóra að það verði séð til þess að við tökum þátt í þessum samskiptum, þessari bjóðum mönnum með að tökum á mótið með þessum hætti eins og hefur verið gert. Því að það dettur auðvitað engum í huga að þessi skip séu komin hingað norður fyrir til þess að standa í einhverjum vígaferlum. Þetta er bandalagsþjóð okkar í Atlantshafsbandalaginu eða bandalagsþjóðir og hugsanlegur ávinningur okkar af því að fá þá í heimsókn sá að ef á þarf að halda, ef eitthvað kemur fyrir og það verður þörf fyrir snögg og samræmt viðbrögð björgunaraðila, það er ekki bara líklegt, það er alveg pottþétt að við munum leita til þessara aðila. Þannig að ég vil svona leggja þetta hér í umræðan friðarborgina Reykjavík en er alveg vissum að við allir borgarfulltrúar, þó við sjáum sumar hluti með ólíkum augum, þá erum við öll sammála það að við viljum að borgin okkar sé friðarborg og við viljum að veg hennar sem mestan að því leyti. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Það er einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita borgarfulltrúanum ansvar og það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarstjórn, þarna sést bara mjög skýrt hvers vegna við getum ekki náð einingu þennan frið sem við erum að tala um. Þetta er flokkspólitískt mál og við í Vinstri grænum, við höfnum algjörlega allri hernaðarvæðingu og höfum ályktað það að við eigum hvorki að hafa innlendan eða erlendan her og við eigum ekki að vera í NATO sem er auðvitað hernaðarbandalag. Þannig að þetta er það leysir náttúrulega engin vandamál þó að hernaðarsinnar segjast vera að berjast fyrir mannréttindum og friði og svo myrða þeir og drepa og beita ofbeldi 20.000 manna allt í nafni friðar. Þetta er mjög einkennilegur málflutningur og þetta gengur ekki upp allavega í mín eyru. Og varðandi þó ég ætli svo sem ekkert að fara út í herskipina, þá getum við auðvitað stuðlað að því eins og innkaupastefnan ber með sér að það er að gæta mannréttindasjónarmið. Við getum til dæmis sett það inn í innkaupastefnuna að forðast ber að kaupa vöru frá ríki sem ástunda þjóðamorð nema í þeim tilfellum þar sem að a. framleiðsla á viðkomandi vöru styður og einhvern hátt þá sem þjóðamorðin beinast gegn, b. sambærileg varir ekki fáanleg í öðrum ríkjum. Þannig að ég, eftir ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, þá finnst mér eiginlega augljóst hvaða flokkar það eru sem að tala raunverulega fyrir friði. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að veita ansvar, það svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon ansvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hvernig getur borgarfulltrúi Vinstri grænna sýnt öðrum borgarfulltrúum það yfirlæti að draga menn í dilka og segja að þessi séu hernaðarsinnar og hinni séu friðarsinnar. Væntanlega sá sem hér stendur er það okkur hernaðarsinni og hinn er þá friðarsinnar. Þegar að þessi flokkur sem borgarfulltrúin er í studdi það að flugvélar NATO voru sendar til Líbíu til þess að fara þar með vopnavaldi og hlutast til þátttöku í borgarastyrjöld. Eins og ég sagði áðan, NATO er Atlantshafsbandalagið NATO, ég tel að vera mikið friðarbandalag og mjög gott bandalag.
En þarna gerði það þá mjög umdeldan hlut því þá í fyrsta sinn fór það út fyrir sitt verksvið, sitt markaða verksvið, svo má segja, að það tók ekki þátt í aðgerðir sem voru þannig sem skilgreind sem varnaraðgerðir, heldur bara fóru í hrein og beina loftarás og blönduðu sér í borgarastyrjöld. Og það var gert með samþykkt og atbeina ríkisstjórnar þessa flokks. Þannig að ég nefndi þetta bara sem dæmi og ég stend við það. Ég held að menn ættu að fara varlega í slíkan dýrka drátt þegar þeir hafa slíkt á samviskunni. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að svara andsvari og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka frumælanda fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá. Hér hafa friðarmálin verið mjög áberandi að undanförnu. Við stofnuðum til samstarfs við Háskóla Íslands undir merkjum Höfða friðarseturs. En árlega heimsókn Yoko Ono bara upp á sama tíma og 30 ára afmæli leiðtogafundarins. Þannig að við höfum rætt þetta mikið í bak og fyrir. Ég ætla ekki að rekja alla þá umræðu hér. En boða það að það verður framhald á henni og við munum þroska þetta samstarf og beina þessu ekki síst að skólum og börnum og unglingum og friðnum í hjartanu. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Nei, þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við tökum 20 mínútna matarhlé.